pretzels eða kringlur, pretzels alveg sérstök kringlugerð, en við framleiðslu á pretzels notað ákveðið efni sem heitir lye á ensku og það leggst út sem vítisóti eða lútur á íslensku. En nota bene, þetta matvælalútur eða food grade lye eins og það heitir á ensku. Ég ætla að fara í pretzels efnafræði dýfingabakstur eftir augnablik. Þetta lye í raun og veru natriumhydroxíð sem mjög ætandi og eitrað efni, eins og sjá má á þessari mynd sem ég sýni ykkur hérna. Þá þarf að útbúa sig vel við pretzelsgerði og notar þetta lye. Þannig að það á engan veginn ráðlegt að nota það heima í eldhúsi og ég ætla ekki að gera það. En við það að dýfa kringlunum í þetta efni fær það þennan mjög sérstaka lit, áferð og bragð frá þessu efnahvarfi sem er mjög erfitt að ná fram á annan hátt. En það er samt aðferð sem gerst mjög nálægt þessu. Að hafa þessi sömu áhrif en er því samt ekki alveg að mér skilst. Aðferðin og þá kemur uppljóstrast leyndarmálið þegar ég sýndi ykkur að ég hefði bakað matasóta. En aðferðin sem sagt að baka matasótu í 1 klukkustund á 250 gráðum, leysa hann svo upp í vatni og dýfa svo kringlunum í upplausnina áður en þeir eru bakaðar. Ég ætla ekki að fara út í neinar efnafræðilegar útskýringar hér. Þetta er mikil efnafræði á bakvið þetta. En matasótinn hann verður basískari og gerir það að verkum að hann gefur hennan brúna fallega lit eða semst við baksturinn og svipa bragð. Það er því vist ekki alveg. Eða svo að segja þessar rannsóknir mínar sem ég er búinn að vera í núna fyrir þennan þátt. En nú förum við í þetta og sjáum bara til hvernig þetta gengur og hvernig þetta fer allt saman. Meira pretzels hér eftir smástund. Pretzels eru skemmtilegt viðbit, en kannski, ég veit ekki, kosturinn og gallinn við þær að þú verður helst að borða þær mjög fljótlega eftir þær eru bakaðar. En ef þú geymir þær einn dag, þá mátt alveg stinga þeim aðeins inn í ofn til þess að velgja þær og þá eru þær svipað góðar. En tölum betur þá eftir þegar við erum búin að baka þetta. Hér er ég búin að gera klárt í 2 deig, 2 svipudeig. Munurinn á þessum 2 deigum sá að ég er með blöndu af brauðhveiti og venjulegu hveiti, eða rautt kornaks og svo Manitoba. Og í hinni er ég bara með Manitoba. Og svo verða aðferðirnar svolítið öðruvísi þegar lengra líður á framleiðsluna. Þannig að við byrjum bara á því að laga þessi 2 deig og það er ekki flókið. Ég set uppskriftirnar sitt hvoru megin við mig og líka í lýsingunni fyrir neðan. Þannig að uppskriftirnar verða tiltækar fyrir ykkur. Ég ætla ekki að fara yfir það neitt sérstaklega hér. Ég ætla bara að byrja að setja deigið í vinnslu. Eins og við sjáum, þá flýtur hann. Þá er ég búinn að laga þessi 2 deig og ég er búinn að merkja þau. Annað er blandað með blöndu af hveiti og hitt er
Manitoba, hérna, deigið ívið stífara. Þannig að við skulum sjá hversu langan tíma þetta þarf að standa. Þetta þarf að standa svona, hugsaði 2 tíma, jafnvel meira, fer eftir í hvernig þetta blæs út. Þetta þarf að tvöfaldast helst áður en ég byrja að vinna. En við sjáumst eftir augnablik. Deigið búinn að standa í 3 klukkutíma það bil. Og eins og ég sagði ykkur, ég lagaði sitthvort deigið, annað með blöndu af Manitoba hveitinu og rauða kornaxinum og hitt bara með Manitoba. Manitoba hlutinn eða deigið, það var örlítið stífara og þar af leiðandi það ekki búið að sprúsast eins mikið upp eins og ég segi svo oft. Það hefur ekki blásið eins mikið eins og þessi blanda sem ég gerði með blönduðu hveiti. En það er allt í lagi, við bara spyrjum að leikslokum og sjáum hvernig þetta kemur út í bakstrinum. Það sem ég ætla að gera núna er einfaldlega að deila þessu niður og rúlla þessu síðan upp og búa til pretzels og síðan kemur aftur biðtími á meðan þær eru aðeins að blása. En þið bara fylgist með og sennilega setja einhverja góða tónlist undir og setja þetta allt á fullt, kemur ljós. Byrjum á þessu bara. Ég sem sagt vigtaði þær allar 100 grömm og svo gerði ég svona hvað er þetta kallað, pre-shaping. Okay. Ég læt það standa bara í svona 10 mínútur korter kannski áður en ég byrja svo að búa til pretzels úr þeim. Kemur til smástund. Þá er þetta búið að standa í það bil 15 mínútur. Og nú byrja ég bara á því að móta þetta í kringlur. Þannig að sé það hér. Og það sem þarf að gera er að rúlla þessu út og gefa þessu. Þannig að þetta verði svona svolítið langt. Og þegar maður er með of mikið hveiti þá gengur maður illa að rúlla þessu út. Þannig að ég tegi þetta bara. Tökum aðra hérna meðan þessi er að þorna. Þurfum að fá svolítið langa og góða lengi úr þessu. Sem eru að mæla þetta og hafa þetta alveg 100%. Það, eins og þið sjáu, þegar ég rúlla þetta þá skreppur hún saman aftur þegar ég slepp henni. Það er náttúrulega þessi teygja í glúten teygja í deiginu. Svona, þetta er svona sirka ágætt. Nú ætla ég að móta þetta og þá gerum við það með því að búa til svona U. Byrjum á því að gera svona U. Setjum í kross, svona, og svo aftur í kross og svo yfir. Þrýstum þessu saman hérna, setjum þetta á plötuna. Svona lagum þetta aðeins til á plötunni
Þannig er hérna aðeins út fyrir en allt er góð. Þessi hérna svo þurr og ég á erfiðleikum með að rúlla henni upp. Ok. En svona gerist þetta bara. Nú setjum við bara á full speed og hlustum á tónlist. Það er búin að taka saman að gera pretzel úr þessum blönduðu og þá fer ég í sem eru með Manitoba-hveitinu. Þá er ég búinn að búa til pretzels úr þessu sem var bara með Costco-hveitinu eða Manitoba-hveitinu og nú þarf þetta svona 20–40 mínútur bara í hvíld eða hefun og svo förum við í þessa efnafræði galdra á eftir. Sjáumst þetta smá. Jæja, þá er Skreppu Seikall mættur hérna. Með potta og krukkur og skálar og alls konar hluti til þess að pröfa nú einhverja efnafræði, já, ég ætla ekki að fara nánar út í það. En ég er allavega pott hérna, ég ætla að pröfa að sjóða, það er ein leiðin. Ég setti lítra af vatni og 40 grama af bara venjulegu natroni eða matasóda hér í pottinn. Í skálinni hérna eru 100 gram af bökuðu natroni sem ég talaði áðan, bakaði klukkutíma á 250 og 480 millilitrar af vatni. Og ég ætla sem sagt að dýfa hlutakringlunum í þetta, sjóða hlutakringlunum í þessu og svo höldum við áfram með tilraunirnar. Þannig að ég ætla að byrja því að taka hérna 2 kringlur og setja það hérna í suðuna. Þannig að þessar kringlur hérna sem eru sér á plötu af þessum blöndu sem eru með blönduðu hveiti, þær verða soðnar með smá natróni eða matasóda, ég held alltaf natrón. En nú ber ekki öllum saman það hversu lengi á að hafa þær í soðnu vatni.
Sumir segja 10 sekúndur, 20 sekúndur, 30 sekúndur, 1 mínúta. Það voru alls konar í þessum rannsóknum mínum. Það voru allir tímar á þessu. Þannig ég ætla bara að hafa þetta svona cirka 30 sekúndur það bil. Ég er ekki að taka tíman og snúa þeim þá við. Og nú er það komið svona cirka 30 og þá snýið þeim við. Og nú telja allir upp á 30 með mér eins og við gerum þegar við erum, nei, ég er að djóka. Lefum þessu bara að vera í cirka 30 sekúndur. Það er sannlega liðin að 30 sekúndur núna. Þá bara tökum við þetta aftur upp úr vatninu, setjum þetta bara aftur á plötuna og látum þær, lefum þeim aðeins að leka svona. Tek þetta til hliðar, aðeins að færa helluna hérna, þegar ég geta, hún er svo heitt, svona. Svo ætla ég að dýfa þessum hérna í þennan galdraseið sem ég bjó til hérna. Sem sagt aftur 100 grömm af bökuðu natróni og 480 millilitrar af vatni. Og við skulum sjá hvað þetta gerir, en málið er að þegar maður setur þetta í þessa blöndu, þá þarf þetta að vera í blöndunni í cirka 3 til 4 mínútur og svo þarf ég að skola það með hreinu vatni. Þannig að nú þyrfti ég helst að hafa tímamælir, en það er allt í lagi. Ég er svona cirka þetta út bara. Ég er með sekundumælir á myndavélinni, ég get notað hann. Þannig að ég ætla að setja aðra í líka, þeir komast alveg 2 hérna fyrir. Og þetta fær að vera, sem sagt eins og ég sagði, í 2 til 3 mínútur, nei 3 til 4 mínútur áttu að vera. Og svo skóla ég það með vatni. Ég kem aftur þegar þetta er búið að líka í 3 ár. Eða þegar ég er búinn bara með kringlurnar, ef ekki að gera þetta bara þannig. Ég kem bara aftur þegar ég er búinn að dýfa öllum kringlunum í þennan galdraseið. Jæja, þá er ég búinn að distillera þessar pretzels eða kringlur á ýmsan hátt með því að sjóða þær og dýfa þeim í þetta töfraseiði sem er með bökuðu natróni og bökuðu matasóta. Og svo er ég búinn að pensla ég þær með eggjarauðu. Ég tek eina eggjarauðu og eina teskið af vatni og blanda því saman og pensla yfir. Penslaði nokkrar til að sjá hvort það er eitthvað betra. Þannig að nú er bara að bíða eftir ofninum og baka og sjá hver endanlega útkoma verður. Ég held að ég sé alveg jafn spenntur og þið. Kemur allt í ljós eftir smá stund. Búinn að baka pretzels og niðurstaðan er, hvað hefur að segja, skrítin. Það er að segja að þetta voru svona mismunandi aðferðir og svo var einhver töfraseiður og eitthvað svona, þið veitir hvað er að tala um. Þá fannst mér útkoman ekkert vera það mikill munur á. Það er að segja, það sést alveg að það sem var sett í töfraseiðin, eins og ég kalla, í natróni, bakaða natrónið og vatnið, það sést alveg munur á samu. Þetta eru sem sagt Manitoba hveitið og það er alveg sjáanlegu munur hérna á þessi var sett í natrónið eða dýft í natron upplausnina, töfraseiðin. Þessi hérna var aftur á móti bara soðin. En það sem ég gerði líka var að ég penslaði þær með eggjarauðu. Þær eru töluvert fallegri, mikið fallegri heldur en þær sem ekki eru með því. Hér má til dæmis sjá
sömu, sama aðferð, þar að segja þessi var penslu með eggi en þessi ekki, og svo reynda penslaði ég hana með smjöri líka eftir á, og það er líka mjög gott. Þannig að ef ég myndi pensla þessa með smjöri, þá yrði hún líka mjög falleg. Það er svona þessi glans og þessi brúni litur sem er rosalega skemmtilegur. Svo eru hérna nokkrar, eins og þessi hérna. Þetta er úr mandobuhveitinu, þessi var soðin bara og svo skar ég í hana. Og það gefur þeim svona skemmtilegt útlit og svona fallegt útlit. En ég er búinn að smakka báðar tegundir og það er engin teljanlega finnanlegu munur á milli. En ef ég á að koma með einhverja svona niðurstöðu, mína niðurstöðu, þá myndi ég segja að það væri bara einfaldast að gera þetta upp á gamla mótan, að sjóða þær í smá natroni eða matasóda og pensla þær svo með eggjarauðu og smá vatni áður en það fari í ofninn. Það er alveg þrjusu fínar pretzels kringlur sem koma svoleiðis út. Þegar það líta aðeins öðruvísi út, það er aðeins hægt að merkja bragðmun, en þetta er bara svo lítill munur að vera að hafa fyrir því og eyða natróni í það, að baka það og leysa það upp og svona, það er ekki erfiðisins virði. En nú ætla ég að láta þetta duga kringlur eða pretzels í dag, en ég minn ykkur enn og aftur á að subscribe eða gerast áskrifandi, það hausinn á mig birtist hérna og þið getið smellt á hann til þess að gerast áskrifundur og svo koma alltaf 2 vídeó hérna hinum megin, það sem eru líka mjög góð og gaman að horfa á. Þannig að ég hveti til þess að kíkja á það. En takk kærlega fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn. Það er betra að hafa hrærivél í sambandi. Já, það er betra.